Já, góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á sýklalyfjaónæmum bakteríum hérna á Íslandi, í dýrum á Íslandi. Sýklalyf voru náttúrulega ein merkasta uppgötvun 20. aldarinnar. 1/5 af dauðsföllum í heiminum af völdum sýkingum og þetta náttúrulega gerbreytti öllu í læknisfræði og þetta gera hluti sem ekki var hægt að gera áður af því að það hægt að meðhöndla með sýklalyfjum og koma í veg fyrir sýkingar. Það leið ekkert langur tími frá því að sýklalyfin voru fundin upp og farið að nota sýklalyf þangað til að ónæmar bakteríur koma fram á sjónarsviði. Bara svona til að taka það fram að sýklalyfjaónæmi telst sem þeirra bakteríustofn sem að áður hefur verið næmur fyrir tilteknu sýklalyfi byrjar og fer að geta vaxið og fjölga sér í návist sýklalyfsins. Því að til margar tegundir af bakteríum og margar þeirra eru bara eðlislegt ónæmar fyrir ákveðnum lyfjum. Og svo líka svona til viðbótar Alþjóða heilbrigðismálastofnunin er til að vera eitt helsta heilsufarsvandamál í heiminum í dag og hvetur öll aðildarríki sín til þess að taka á þessum málum og gera eitthvað til þess að við getum viðhaldið sýklalyfjum sem raunhæfum kosti. En framleiðsla nýrra sýklalyfjaflokka hefur verið mjög lítil bara síðustu árin eða áratugina. Ég ætla bara að fara hratt yfir að penicillin var Alexander Fleming fann upp penicillinið 1928, uppgötvaði það svona óvart og það var farið almenna notkun 1943. Þetta eru bara 10 árum seinna. Það eru penicillin ónæmir stofnar orðnir bara klínist vandamál á sjúkrahúsum. Sama má segja með methicillin og gentamicin, þau eru fundin upp og byrjuð almennir notkunina upp á 1960. Það er ekki liðinn áratugur þegar stofnar sem eru ónæmir fyrir þessum lyfjum eru orðnir klínist vandamál á sjúkrahúsum og bara í meðferð sjúklinga. Og svo bara vex þetta svona fram með árunum, fleiri lyf eru fundin upp, bakteríurnar vera ónæmar fyrir þeim. Kringur 1995 þá er fjölónæmir stofnar af Mycobacterium tuberculosis orðnir alvarlegt og mikið vandamál. Og svo það sem er núna svona helsta ágefni í dag er þessi dreifing á extended spectrum beta-lactamase gram-negatífum bakteríum. Þetta eru stofnar sem eru ónæmir fyrir breiðvirkum cefalosporin sýklalyfjum eða beta-lactamase sýklalyfjum og algengi þeirra hefur aukist mjög mikið frá aldamótum og verið að dreifast bæði í dýrum og í mönnum. Hvernig koma sýklalyfjaónæmar bakteríur fram? Eins og ég sagði áðan, margar bakteríur eru eðlislegt ónæmar fyrir sýklalyfjum. Penicillin til dæmis sem var náttúrulega fundið upp, það eru sveppir sem að framleiða penicillin. Bakteríur sem að byggu í jarðveginum í návíu þessa sveppi þurftu auðvitað að hafa varnir gagnvart þessum lyfja eða efnum sem að sveppinni gefa frá sér. Þannig að þetta eru talað um nokkurs konar housekeeping gen. Þannig að ónæmi skenin voru til staðar mörgum öldum áður en að sýklalyf voru fundin upp. Þar er ekki komið þessar sýklalyfjaónæmi upp með stökkbreytingum og svo er það sýklalyfjanotkun. Notkun á sýklalyfjunum velur fyrir þessum ónæmi lyfjum, velur fyrir því að þeir dreifist áfram. Og það er sérstaklega röng eða of mikil notkun sýklalyfja sem eykur hættu á uppkomu og útbreiðslu ónæmra baktería. Og þegar ég segi röng þá er maður til dæmis að tala um það að það er verið að nota ákveðið sýklalyf gegn einhver ákveðna sýkingu en bakterían er eðlislegt ónæm fyrir þessu sýklalyfi. Það er verið að gefa sýklalyf við inflúensu til dæmis en sýklalyf virka ekki á veirur. Of mikil notkun, við erum kannski að nota sýklalyf við sýkingum sem myndi af sjálfu sér gangi yfir. Það er oft talað um eyrnabólgur í börnum. Ef þú gefur þessi 2-3 daga viðbót, þá gengur það yfir. Þá getum við haldið sýklalyfjum til að meðhöndla þær sýkingar sem eru alvarlegar og virkilega þarf á að halda.
Ástæðan fyrir að sýklalyfin velja svona fyrir sýklalyfi ónæmi ekki bara það að það velur fyrir þessum genum og bakteríum með þessi gen komast áfram. Meðhöndlun með sýklalyfin breytir samsetningu samlífisflórunnar. Samlífisflóran gefur svona ákveðra varnir gagnvart sýklum og gefa varning fyrir því að sýklarnir geti komið sér fyrir bólfestu og fjölga sér og valdi sýkingu. Þegar við nota sýklalyf þá drepur samlífisflóruna eða skaðar hana allavega talsvert og þá hafa þessi sýklar frekar tækifæri til þess að fjölga sér. Ef þú ert með ranga notkun sýklalyfja, til dæmis gefur lyfið í of litlum eða of lágum styrk, þá setur það af stað sósviðbrögð í bakteríufrumunni. Þessi sósviðbrögð er náttúrulega bara til þess að bakteríufruman vill lifa af. Það verður aukin tíðni stökkbreytinga og aukin láréttur genaflutningur. Útbreiðslan er náttúrulega líka svo að þetta ekki bara eitt stofna bakteríu sem sýklalyfja ónæmur og hann dreifist um allt. Við erum með utanvitningserfðaefni, plasmíð, stökkla, genasneldur og integrón sem geta flust á milli stofna. Stökkla og integrón geta flust á milli litnings yfir í plasmíð og svoleiðis dreifist á milli baktería. Og ekki bara, það getur farið úr einni bakteríutegundir yfir í aðra alveg óskylda. Svo það líka, þó þú notir eitt sýklalyf, þá ertu í rauninni oft að velja fyrir ónæmi gagnvart öðrum sýklalyfjum líka. Þegar það talað co-resistance, þá erum við til að tala að mekanismin bak við ónæmið veitir ónæmi gagnvart mörgum sýklalyfjum. Þetta til dæmis útflæðisdælur í frumuhimnunni, þær bara dæla út öllum sýklalyfjum eða allavega mörgum sýklalyfjum. Cross-resistance, þá erum við að tala það að bakterían hefur marga ónæmismekanisma. Og þegar þú notar sýklalyfi þá ertu náttúrulega að velja fyrir því ónæmi, en bakterían hefur ónæmi fyrir svo mörgum öðrum. Og þá vil ég líka taka fram að það ekki bara sýklalyfin sem geta valið fyrir ónæmi bakteríum. Bakteríurnar geta líka verið með ónæmisgen gagnvart ákveðnum þungmálmum, sinki, þannig að ef þú notar sink í fóður, þá getur við verið að velja fyrir ónæmi bakteríum. Og svo sótthreinsiefni, það er aðalega áhyggjuefni náttúrulega á spítölum. Ég setti þessa glæri upp líka til að bara sýna hvaða eru mörg gen til sem valda tjá fyrir ónæmi gagnvart bara einu sýklalyfi. Og hvað eru líka margir mekanismar bakvið. Active efflux, þetta er bara pumpa í frumuhimnunni sem pumpar sýklalyfin út. Fullt af genum bakvið það. Tetrasýklalyf hafa áhrif á ríbósómið í bakteríufrumunni og þá er til dæmis gen sem að metýlera ríbósómin og koma þannig í veg fyrir að tetrasýklin geti skaðað frumuna og svo ensímbreytingar á tetrasýklalyfinu sjálfu, þannig að það geti ekki haft áhrif. Þannig að já, þetta er bara fyrir tetrasýklin og þetta er bara það sem er þekkt. Svo erum við með öll hin lyfin. Í þessu glæri setja ég líka upp bara, þetta er ekki bara, við erum ekki bara með vandamál bara sýklalyfja ónæma bakteríu í mönnum og svo sýklalyfja ónæma bakteríu í dýrum. Þetta er vistfræðilegt vandamál. Þannig að við verðum að horfa á allt vistkerfið í heild þegar við verðum að rannsaka þetta og ég myndi að tala um túristana. Mér langar svolítið að setja túristana á umhverfi og mönnum þegar komum fréttirnar það að þeir verða að gera þarfir sínir út allt í náttúrunni á Íslandi. Sýklalyfja ónæmi í Íslandi er kannski frekar lágt en í ýmsum löndum ber fólk með sér mjög ónæmar bakteríur og þær geta komið hingað inn með túristunum líka með dýrum og matvælum, með fólki sem ferðast. En af því að við erum að tala um dýr í dag og dýrasjúkdómastofnun, það hefur verið sett svolítið mikil áhersla á það að minnka sýklalyfja notkun í dýrum. Það er alltaf aðeins minna að tala um menn, þó að sjálfsögðu líka minnka notkunina þar. En það sem hefur verið helsta áhyggjuefni er notkun í dýrum og þá er náttúrulega helst verið að nota röng notkun. Það hefur verið notað sem vaxtarhvetjandi þáttur í eldisdýrum. Það er ekki vitað nákvæmlega hver mekanismin bakvið það er en að gefa sýklalyf í lágum skömmtum
hjálpar sumum dýrum eykur vaxtarhraða og eins og ég var að segja áðan, lágir skammtar af sýklalyfinu eru líklegri til þess að það komi upp ónæmar bakteríur. Það sama gildir svolítið fyrirbyggjandi meðferð. Erum við að nota of mikið af sýklalyfjum eða erum við að gefa sýklalyf fyrirbyggjandi bara til þess að koma ekki sýking? Getum við frekar aukið hreinlæti og eins og í kjúklingaeldinu getum við verið með fyrirbyggjandi aðgerðir í staðinn fyrir að gera fyrirbyggjandi sýklalyfjanotkun. Og svo er þessi mögulegi flutningur menn. Það oftast talað matvæli og jú, þetta geta ónæmar bakteríur borist matvælum. Þær berast líka með beinni snertingu við dýr. Svínabændur og fjölskyldur þeirra eru mun meiri áhættu að bera mósabakteríuna heldur en almennu borgari af því þeir eru beinni snertingu við dýrin. Svo það sem er svona svolítið umræður núna, úrgangur úr eldi, hvað verður skítinn? Hún með dreift út á túnin. Þetta fer út í umhverfið. Þar eru villt dýr sem að dreifa því enn frekar og geta dreift til dæmis í gæludýrin okkar og fólk nú alveg að sofa með gæludýrin upp í rúmi og eins og Vala sagði það. Og frávitan úr sláturhúsunum, þetta fer allt út í umhverfið. Og svo það sem er svona kannski líka svolítið alvarlegt er þetta framleiðsla sýklalyfja. Það eru margar af stærstu verksmiðjunum sem framleiða sýklalyfin eru í löndum þar sem að einmitt fráveitumál er ekki í góðu standi og það er í raun dælt út bara með frávitunni sýklalyfi, bara sýklalyfjaleifum og sýklalyfjum, þannig að í ám sem eru nálægt þessari frávitu er styrkur sýklalyfjanna hærri heldur en að væri í blóði á mannesku sem er verið að meðhöndla. Þetta fer allt út í umhverfið og hefur áhrif á bakteríurnar í umhverfinu og þetta kemur allt tilbaka til okkar. Sýklalyfjanotkun í dýrum á Íslandi hefur verið lág og af því ég var að tala vaxtarhvetjandi notkun áðan, það hefur ekki verið notað sem vaxtarhvetjandi þáttur á Íslandi en hefur verið gert víða erlendis og hefur verið bannað núna í Evrópulöndum en það er ennþá notað í Bandaríkjunum og víða í Asíu. En við setjum þetta fram, appelsínugulu stöplarnir eru milligram per PCU. PCU er svona mæling, eining sem er notuð, þetta er Population Correction Unit. Þetta er lífmassi dýra, eldisdýra eða dýra á landinu á hverju ári. Þannig að notkunin í tonnum, sem er bláu stöplarnir, henni er deilt með lífmassa dýrana. Þannig er auðveldara að bera saman notkun í löndum því að það er náttúrulega svolítið ósanngjarnt að bera saman bara tonn eða að bera saman pínulitla Ísland og svo Frakkland eða Spán. Auðvitað eru þeir með miklu meiri notkun í tonnum en þeir eru líka með miklu stærra eldi. Ef við síðan berum okkur saman við önnur Evrópulönd, þá sjáum við að Ísland er 5,0 milligram per PCU, næst lægst af öllum Evrópuþjóðum. Bara Noregur sem er með minni notkun heldur en við. Miklu meiri notkun og mest hún er reyndar orðið mest núna í Kýpur en hún var alltaf mest á Spáni. 402 milligram per PCU, þannig að við stöndum okkur í raun mjög vel hvað var að sýklalyfjanotkun í dýrum. En það er ekki bara sýklalyfjanotkunin sem skiptir máli. Stofnarnir koma líka til landsins með fóðri, matvælum, fólki. Sýklalyfjaónæmi í dýrum á Íslandi hefur verið mjög lítið rannsakað hérna. Í doktorsverkefni mitt var gert á árunum 2005-2008 og það fengur mjög forvitnilega niðurstöður þar. Síðan var ekkert gert en árið 2014 fór Matvælastofnun að skima fyrir sýklalyfjaónæmum bakteríum samkvæmt reglugerð nr. 714/2012 og svo ákvörðun Evrópusambandsins 602/2013 sem er núna í innleiðingarferli en það er samt sem áður farið eftir henni. Við erum áratugum á eftir öðrum löndum með svona eftirlit. Ég held að það hafi verið 1994 eða 5 sem að svona eftirlit, markvisst og mikið eftirlit byrjaði í Danmörku fyrir aldamótin á hinum Norðurlöndunum og við erum svona rétt að byrja núna. En samkvæmt þessari ákvörðun þá á að skima annað hvert ár í alifuglum á árinu þeirra og annað hvert ár
í svínum og nautgripum og afurðum þeirra. Þetta svona róterar alltaf annað hvert ár. Það sem skoðað það eru teknir allar salmonellustofnar úr alifuglaeldi og slátrun og svínaslátrun og næmisprófaðir. Og kamfílubakteríu í júní úr kjúklingaslátrun. Svo skima sérstaklega fyrir E. coli og þá erum við að skoða bendibakteríur sem bara venjulegur E. coli, við erum ekkert að velja neitt sérstaklega fyrir, við bara greinum E. coli í sýnunum. Það eru kjúklingum og grísum og slátrum. Og svo eru það þessar ESBL eða AMPSIA myndandi stofnar af E. coli sem sérstaklega að skima fyrir og þá erum við með sýklalyf í ætinu sem við sáum sýnunum af til þess að velja sérstaklega fyrir þessum bakteríum þannig að við séum vissum að við finnum þær ef þær eru í sýninu. Og þetta þetta kjúklingum í slátrun, kjúklingakjöti, grísaslátrun, svínakjöti og nautgripakjöti. Og þetta svona, niðurstöður síðustu ára. Það var búið að í næmisprófa salmonellustofna sem greindist úr dýrum áður en það var gert á Landspítalanum í rauninni með mannalyfjum og með mannaviðmiðum hvað klínískt resistent og hvað klínískt næmt. Árið 2014 var byrjað að gera þetta samkvæmt þessari reglugerð, þá voru notuð önnur sýklalyf og önnur viðmið næmi. Og við sjáum efri taflan sýnir í salmonellustofna úr alifuglarækt árum 2014 til 2017. Þetta svo fáir stofnar og það ekki hægt að hafa einhverja hlutfallstölur, það ekki með marktækar. En við sjáum þetta þessi stofnar það er bara greinst ónæmi fyrir sulfonamiðum í salmonellustofnum og kjúklingum síðustu ár og almennt þeir frekar mikið næmir eða alveg næmir. Svínum aðeins meira ónæmi fyrir þá fleiri lyfjum og jafnvel eins og þessi stofn þessi tveir voru fjölónæmir, þeir eru ónæmir fyrir 3 sýklalyfjaflokkum. En samt sem áður þá getum við alveg sagt að staðan á Íslandi mjög góð. Og þetta Ciprofloxacin ónæmi salmonellustofna og kjúklingaeldi í Evrópu og það sér eftir því sem hún fer neðar á kortið, eftir því sem maður fer neðar og suðurhluta Evrópu, þar ónæmi meira. Sjáum að Spáni Ciprofloxacin ónæmi 55, það var 0%. Í salmonellu í íslenskum kjúklingum. Kampýlóbakterstofnar, þær voru prófaðir, það var enda að byrja að næmisprófa þá með þessari aðferð 2013. Þeir þetta telst vera bara lág tíðni ónæmis í kampýlóbakter í kjúklingum. Og við sjáum það líka 12,5% ónæmi fyrir Ciprofloxacin í júnistofnum í kjúklingum í Evrópu en 90-95% í syðri hluta Evrópu og 90% í Eystrasaltslöndunum og Pólandi. Þannig að við höfum mjög lága tíðni hér á Íslandi og sambærilega og í hinum Norðurlöndunum. Það var að E. coli bendibakteríurnar, það var byrjað að skima fyrir þeim 2016. Það var líka gert í fyrra í svínum en það bara ekki búið að klára að vinna úr þeim niðurstöðum, þannig ég gat ekki birt þær Í kjúklingum voru 16% stofna ónæmir, svínum 24% stofna. Og það í svínunum þá hver stofn frekar ónæmir fyrir mörgum sýklalyfjum en í kjúklingunum þá þetta oft ónæmir bara fyrir 1-2 sýklalyfjum hver stofn. Og við sjáum líka Ciprofloxacin ónæmi E. coli bendibakteríustofna í kjúklingum í Evrópu 1,1% í Íslandi, 5-6% í hinum Norðurlöndunum, þetta aðeins hærri í Danmörku og svo eftir því sem neðar fer á kortinu miklu hærri, 90% stofna ónæmir fyrir Ciprofloxacin. Þannig að enn og aftur, við erum í algjöru sérstöðu á Íslandi. Og svo það þessir ESBL eða AMPSIA myndandi stofnir. Ég vil byrja með. Þetta breiðvirki beta-laktamasa, þetta eru ensím sem að rjúfa beta-laktamhring, penicillin og cefalosporin-lyfja. Og þetta skiptist í 3 flokka, ESBL, AMPSIA og karbapenamassa.
Við skimuðum þarna í svína- og kjúklingabottlingum árið 2016 og tíðnin var, eða algengi var 4,7% í svínum og 3,3% í kjúklingum. Við vorum að finna AMP-C-stofna, báðar þessir hérna eru AMP-C-stofnar og svo AMP-C-stofn og tveir hérna klassískir ESBL-stofnar. Ónæmi fyrir öðrum lyfjum en cefalosporinum eða penicillinum er svona frekar lítið. Og við sjáum aftur hérna ESBL myndandi E. coli í kjúklingum í Evrópu, mjög lágt á Íslandi og svo allt upp í 80% stofna á Ítalíu og á Spáni eru ESBL myndandi. Þannig að við höfum mjög góða stöðu hérna í Íslandi. Og þetta hitt var ESBL og þetta er AMP-C myndandi, það er sama staðan hér. ESBL myndandi stofnar eru mun algengari í kjúklingum heldur en AMP-C stofnar víðast hvar í Evrópu nema á Norðurlöndunum. Þá er meira AMP-C myndandi stofna. Ég ætlaði að fara inn í annað verkefni en hérna sem við gerðum á Norðurlöndunum í kjúklingaeldi. Ég fer bara hratt í það að við, næmið var nokkuð gott en við greindum hérna þennan klónankomplex, sequence type 38 og það er sameiginlegt með kjúklingaeldi í 3 Norðurlöndum, Íslandi, Noregi og Svíþjóð, er greinilega stofn sem að flyst við niður framleiðslu píramídan. Dagsgamlir grandparentfuglar eru fluttir frá Bretlandi til Svíþjóðar og frá Svíþjóð er klakeggjum parentfugla eru fluttir í klakstöðar út öll Svíþjóð, Ísland og Noreg. Með sameiginlega svona sama kjúklingastofnin og þó að ESBL stofnar séu almennt ESBL ónæmi sé almennt plasmíborið, þá er þetta líka einhver klónal flutningur með fuglunum í gegnum allt eldið. Og svo var líka flúroquinolone ónæmi. Næstu verkefni, það eru bara áframhaldandi meiri rannsóknir og eins og Vala talaði áðan, heilginaraðgreining er það sem að blífur núna og það sem auðveldar allan samanburð milli landa þá líka. Og segi bara takk fyrir. Takk að kærlega fyrir Þórunn. Spurningar, Villi? Já, þetta var bara að spyrja einhverja tölur að notkun á sýklalyfjum með einhverjum dýrategundum. Ekki svolítið að nota okkur af því að við erum svo lítið að sýkla. Við erum stórast á svona klossum, við erum svo lítið að nota þannig að þegar við erum að taka þetta svona massa saman. Erum við á leggóðum á sama stað í notkun í heilkriftum eins og annar þjóðum Nei, Nei. Ábyrðu þá menn að stofna á það? Já, það er málið. Eins og þessi rannsókn sem ég þurfti að hlaupa mjög hratt yfir sýndi, það getur komið bara með fuglunum, bara með klakeggjunum. Rannsóknin frá 2005-2008 sýndi að það kemur mjög líklega líka eitthvað inn með fóðri. Svo er eitthvað í eldisumhverfinu sem að veldur því að þessi stofnar viðhaldast. Það var margar rannsóknir að sýna fram á það að helsti áhættuþátturinn fyrir að ESBL-myndandi E. coli finnist í kjúklingaeldi sé að sláturhópurinn á undan hafi verið jákvæður. En með notkunina, það er annað sem við erum með svolítið niður okkur hérna í Íslandi. Við fáum ekki tölur sem að geta greint niður á dýrategund. Og ég veit að Matvælastofnun er að reyna í gegnum búfjárheilsu að fá betri gögn og að dýralæknir eiga að skrá þar inn alla notkun, en mér skilst að það sé bara ekki alveg koma nógu vel, þannig að nei, við getum ekki skoðað þannig. Já, þarna bara svolítið áfram að þarna skapa umræður, það er þarna mjög mikið að tala ógnina af innfluttu kjöti og ófrosnu kjöti og í fyrsta lagi þá náttúrulega bakteríur lifa frystingu á, ónæmar bakteríur lifa frystingu á. Það kannski hækkar, en frysting ein og sér
hefur ekki áhrif til þess að í rauninni útiloka hættuna. En það sem að þegar við höfum nú svolítið spennt fyrir ferðamönnunum, þá sagði við, og Vigdís ekki hérna, hann myndi löglega að segja þessa sögu. Og það er þannig að hún var einhvern dagar á fundi eða námskeiði og þá var nefnt dæmi að það fannst í rauninni mikið af ónæmum bakteríum í máfum á Svalbarða. Og þegar maður farið að skoða munstrið með raðgreiningu, að þá var þetta líkast stofnum sem fundist í Kína og einhverju stöður. Það var kjúklingur í Kína og svín í Pólland. Já, þú þekkir þessa sögu, já. Og þetta líklega ástæðan fyrir þessu eru skemmtarverðingar. Það sem að þeir spurta út í sjóinn, mávar þetta og við náttúrulega hvað gerist þegar mávar komast í ferðamanna afurðir út allt og svona skemmtarverðingarskipin, þannig að þetta er algjörlega óflæður akkur. Þannig að ógnin er víða, hún er ekki bara í kjöldinu. Já, það er svona kjöldinu. Nei, Einhverjar fleiri spurningar? Ekki, þá langar mér bara að þakka þér Þórunn fyrir erindið og Eggert og Völu fyrir sín erindi og ykkur áhörendum fyrir góðar umræður. Takk fyrir. Thank you.